Eða hvað? Risasigur á Njarðvík í kvöld. Þetta var það alltaf búist við svona stórum sigri hérna. Nei, alls ekki. Ég er náttúrulega bara bjóst við bara hörkuleik eins og flesti leikir hafa verið í vetur. Þannig að bjóst ekki við þessu. Komið hérna inn í fyrsta leikluta, gjörsamlega svo við sletta bara guns blazing. Það eru 37 stig og þið virðist stoppa bara rosa mikið varnarlega hinum megin á vellinum. Já. Hvað þurfti að gera til þess að halda þessu út? Aðalega náttúrulega halda sama varnardampi sko. Mér fannst við bara frá byrjun vera mjög fókuseraði varnarlega og þeir fengu lítið svona opið strax frá byrjun og sérstaklega þeirra aðalmenn Khalil og Evans sem hafa verið að skora mikið fyrir þá. Auðvitað vorum við með stóran fókus á þá og frá byrjun og gekk bara nokkuð vel strax og svo sóknarlega vorum við bæði klárir til að byrja með. Við fórum riðumst á það sem við töldum að við getum gert það og það gekk upp og svo það er ekki að tala um það. Vlaggo var bara á eldi hérna í fyrri hálfleik og allt fór niður, þannig að það hjálpaði að sjálfsögðu rosa mikið líka. Þú og KR liðið að leyfa Vesturbænum að dreyma þegar konur í Final Four í höllina. Það hlýtur að vera svona skemmtileg tilfinning að vera nýliðar í Östeldu þegar konur strax á annan stað. Svona þreyttur á þessu nýliða dæmi sko. Kallaði nýliða þannig að það er nýliða. Já, það er bara þannig, en að sjálfsögðu viljum við vera í þessum undanúrslitum og þessari viku sem að bikarinn er hérna í mars og við vorum búin að tala um það fyrir leikinn að það er stórt að komast í þessa leiki. Það er bara fyrir upplifuna sem leikmaður að taka þátt í þessu og líka bara fyrir félagið að komast í svona leiki. Þannig að sjálfsögðu vorum við með augum þarna og við lögðum allt í þennan leik til að komast þarna. Óskar mótherji í undanúrslitunum? Ég veit ekki hvað liðið eru. Það eru Keflavík, Stjarnan og Valur. Já, það eru allt. Þú voru að velja eitthvað? Ég segi ekki. Nei, ég held ég bara segi ekki neitt af því þau eru öll rosalega sterk, þú veist. Þannig að Keflavík bikarmeistari í fyrra, Valur er á uppleið, Stjarnan er búin að vera bestur í vetur, þannig að það er auðvitað að velja þarna. Bestu þakki Jakob og gangi ykkur vel. Takk fyrir.